Þetta er verkefni 21, matarprjónar á blaðsíðu D4. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig þið tengið stílana við textann. Þið sjáið í bókinni hvaða stíll er á textanum. Hér á að vera heading 1, hér á að vera texti, hér á að vera inndráttur og það er nóg að staðsetja bendilinn í efnisgreininni. Efnisgrein er frá þessu endirmerki og hingað, þannig að það þarf ekki að setja í blokk. Og hérna er heading og síðan er texti og inndráttur og rammi og þið haldið áfram að móta textan eins og sagt í bókinni. Hér á að vera heimild og kemur svona hangandi inndráttur og heading 1 hérna. Ég klára þetta bara hérna, texti, rammi og texti og inndráttur. Og eins og þið sjáið þá er mjög þægilegt að nota stíla til að tengja við texta. Það tryggir samræmt útlit á skjalinu. Það þarf maður ekki að vera að breyta í hvert skipti sem að maður kemur að textanum og draga inn eða setja ramma, heldur að búa sér til stíla hér uppi og tengja við textan. Og það er oft gott að fara í fæl og print og skoða í prentskoðun hvernig þetta kemur út í lokin. Sjáðu hérna, sjáðu heildina hér. Alls staðar sama bil og sami inndráttur og svo framvegis.